Jæja, komið sæl. Og í hjartanlega velkomin í Sakarma. Þetta fyrsti viðburður þessa árs, en vonandi bara fyrsti af mörgum. Því að ónefnd veira hefur náttúrulega aðeins verið að trufla okkur, en nú vonandi allt slíkt að baki og við horfum bara fram á bjartari tíma með hækkandi sól. Fyrir þá sem ekki vita heiti ég Sigurhanna Hljóðþórsdóttir og er verkefnastjóri í Safnahúsinu og safnstjóri í Safnheimum. Trúlega þarf ekki að kynna skátahreyfinguna eða starfsemi hennar fyrir mörgum hér í dag. Þar sem flest ykkar hafa komið nálægt skátastarf á einn eða annan hátt, einhvern tímann á ævinni. En mig langar að segja örstuttu máli frá tilurð þessa viðburðar hér í dag. Skátahreyfingin er alheimshreyfing sem var stofnuð árið 1907 af breska hershöfðingjanum Robert Baden-Powell. Og hugsun hans var að búa til hreyfingu sem stuðlaði líkamlegum og andlegum þroska ungmenna svo þau getur tekið virkan þátt í samfélaginu. Og þegar maður lítur yfir salinn hérna í dag, þá verður að segjast að honum og hans eftirmönnum og konum hefur væntanlega bara tekist nokkuð vel til, ekki satt. Í fyrstu var skátastarfið eingöngu alltaf drengjum, en árið 1910 var kvennskáttarhreyfingin stofnuð af Róberti og systur hans, Agnesi Baden-Powell. Og fyrsti skátaflokkurinn á Íslandi var síðan stofnaður árið 1911. Skömmu síðar eða árið eftir var Skátafélag Reykjavíkur sem stofnaður og framan af voru það skilyrði fyrir þátttöku í skátastarfi að vera líka þátttakandi meðlimur í KFUM og K. Það tók aðeins lengri tíma að koma stúlkum á stað en fyrsta íslenska kvennskátafélagi var stofnað árið 1922 og kvennskáttarhreyfingin á Íslandi fagnar því 100 ára afmæli í ár. Í fundargerðum skátafélags KFUK í Reykjavík árið 1927 er þess getið að 2 skátastúlkur úr Vestmannaeyjum hafi verið gestkomandi og má því leiða líkum að því að skátastarf hafi verið hafið í Vestmannaeyjum tengslum með starf KFUK en skátafélagið Faxi var síðan stofnað árið 1938. Og árið 1939 var Kvennskáttasamband Íslands stofnað og það sameinaðist síðan árið 1944 sem sagt öðrum skátum í bandalagi íslenskra skáta. Þessi ákvörðun sameiningu hún var afar umdeild en þótti skref í átt til aukins jafnréttis og betra samstarfs á milli kynjanna. Og það er talið að BÍS eða bandalagi íslenskra skáta hafi verið fyrsta landsamband kvenn- og karlskáta í heiminum. Alltaf við Íslendingar, fyrstir og fremstir. En þá ástæða þess að við erum hér saman komin. Á síðasta ári færði Hrefna Jónsdóttir okkur í Safnheimum þennan forláta skátakjól sem kannski þið tóku eftir að hliðina á súpuborðinu frammi. Og þessi kjól var saumaður af Halldóru Jónsdóttur fyrir ferð Hrefnu og 3 annarra stúlkna héðan Vestmannaeyjum sem fóru á alheimsmót skáta í Windsor Park í Englandi sumar 1957. Og þegar kjólinn barst, þá vaknaði forvitni mín á þessu ferðalagi því að það var kannski ekki svo sjálfsagt á þessum tíma að ungar stúlkur eða fólk almennt væri að ferðast mikið út í heim. Og ég fór að leita heimilda, en mér varð ekkert sérlega ákveðið í þeirri leit. Ég fann fljótlega ferðasögu karlkynsskáta sem fóru á sama tíma og þeirri sögu voru gerð góð skil í skátablaðinu. En stúlkurnar var bara sagt að þær hefðu flogið út samferðastrákunum og siglt með þeim heim 3 vikum síðar. Þegar komst síðan að því að hún Sigurður Þorsteinsdóttir, nágrannakona mín frá æskuárunum í Klágötunni, hefði verið í þessum hópi, þá kviknaði hugmyndina sem dagskrá. Og eftir smá spjall við Sigrúnu og dóttur hana Önnu Lilju sem situr hérna í salnum, þá kom í ljós að Eva, dóttur Önnu Lilju, hefði líka farið á alþjóðamót skáta. Og þær voru svo dásamlegar, báðar tvær, að taka vel í beiðni mína og eru hingað komnar til að segja sögur af ferðum sínum sem þær fóru með 62 ára millibili. Og það er náttúrulega
vel við hæfi að halda þessa dagskrá nú þegar 100 ár liðin frá stofnun fyrsta íslenska kvennskátafélagsins. En svona af því að við erum hérna stödd og hér er stór hópur skáta, þá langar okkur að hefja dagskrána nokkrum söngvum. Þannig ég ætla að biðja hann Sæþór Vító að koma hérna upp og Frosti var búinn að finna einhverja forsöngvara eða ætla að standa sjálfur. Já, við ætlum að byrja hérna. Ég ætlum bara að syngja saman. Það verður einhverja, þetta bara leiða söngi. Já, flott. Ég ætla ekki að standa fram. Gjörðu svo vel. Herri, hann Frosti sendi mér hérna hefti með fullt af lögum. Svo virðist sem að það sé búið að skipta út öllum lögum sem ég söng þegar ég var skáti, sko. Þannig að við tökum bara eitthvað svona allavega klassískt til að byrja með sem allir kunna og ef þeir hafa ekki sungið það í skátunum eða sungið það í Herjólfsdal. Fram í heiðana ró fann ég bólstað og bjó, þar sem birkið og fjalldrapinn græn. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar njó, þar himinninn víður og tær. Heiðarból ég bý, þar sem birkið og fjalldrapinn græn. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar njó, þar himinninn víður og tær. Mörkin steinhljóðu kvöld upp í stjarnanna fjöld, hef ég starað með spyrjandi þrá. Skildi dýrðinn í geim, ber á dásendum þeim, sem vor draumfari jarðheimur á. Heiðarból ég bý, þar sem birkið og fjalldrapinn græn. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar njó, þar himinninn víður og tær. Þetta loft svo tær, finnið þið mjúkan þeim, hver hann þyrlar upp angan úr bók. Nei, ég vildi ekki borgir né blikkandi torg, fyrir bílnir í heiðanna ró. Heiðarból ég bý, þar sem birkið og fjalldrapinn græn. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar njó, þar himinninn víður og tær. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar njó, þar himinninn víður og tær. Já, kannski lærum bara af þessari pillu sem ég fékk á það. En það alltaf stuð á skátunum og það hefur greinilega ekkert breyst frá því ég var sjálfvirk í starfum mínum yngri árum. Kærar þakkir. En þá er komið að Sigrún Þorsteinsdóttur og Evu Sigurðardóttur með erindi sitt World Scout Jamboree. Gjörið þið svo vel.
ungir sem gamlir. Já, ég veit ekki, heyrði ekki alveg þetta aftast. Það er mikrofónu, já. Er það betra? Já. Þá sé ég ekkert við þetta. Já. Sem sagt, þetta skátamót var haldið í Stepton Park í Warwickshire í Englandi, Mið-Englandi, og það var 20.000 þátttakendur frá 80 löndum. Ég veit ekki hvað margir fóru frá Íslandin í heildina, en við vorum 4 frá Vestmannaeyjum. Allt stelpur. Hulda Þorsteins, hún var 16 ára, og Hrefna Jóns frá Hásteinsvegi, 15 ára, Hrefna Jóns frá Skólavegi, líka 15 ára, og það var þessi Hrefna Jóns sem að sendi skátabúningin sem var þarna frammi. Og svo ég auðvitað. Það er ekki annars allt nú á dögum að unglingar ferðust á milli landa. Þannig að þetta var stór stund og mikil viðburður fyrir okkur. Ég býst við að ég hef byrjað í skátunum svona 11 til 12 ára gömul og fyrstu árin í hópi flokksforingja hjá Birnu Jóhannesdóttur og hún var alltaf kölluð Dúra hin Einarsdóttir og en ég man ekki alveg hvað hópurinn var stór. Við hefum trúlega verið svona 6 til 8 stelpur fyrir utan foringjana. Það voru alltaf vikulegi fundir og ég held að þeir voru ábyggilega alltaf allt árið. Og þeir voru haldnir í gömlu útihúsi á bak við Fífilgötu 2. Ég veit ekki hvort þið kannist það. Það var frekar óhjálegt, það var trúlega gammalt fjós eða eitthvað svoleiðis. Og þar var rosaleg fúkalykt. Og mamma mín sem var nú mjög pjöttuð og hún fann þetta nú fljótlega og það kom ekki til greina að ég kæmi í skátabúningunum inn á heimilið. Ég þurfti alltaf að fara niður í kjallara þar sem var hægt að komast inn og enginn eiginlega gekk þarna þessa hurð. Þar var ég að skipta upp föt. En skátabúningurinn var sem saumaður af Dóru Jóns, mömmu hinnar Hrefnunnar og minn búningur hefur sennilega bara farið með blátindi undir hraun. Allavega, já, bæði búningurinn og dóttir sem fylgdi svona. Síðan það var alltaf haldið þessi vikufundir, þeir voru mjög skemmtilegir og fúkafílan truflaði okkur ekki neitt. Og það var líka mjög fræðandi, við lærðum mjög margt sem bara hefur nýtt manni alla tíð. Og síðan var alltaf farið í göngur á sunnudagsmorgnum. Og ein mín bestu bara minningar frá þessum ungu árum að koma heim og finna steikalyktina og geta farið að borða eftir langa göngu og bara söng. En ég hef sennilega verið í þessum hópi svona í 3-4 ár. Þá urðum við flokksforingjar, Bryndís Brynjólfsdóttir, vinkona mín, og með okkar eigin hóp. Og þetta var náttúrulega bara sama starfið að svipa. Og á sama tíma var starfandi hér í Vestmannaeyjum strákahópur og þar voru Guðmundur frá Akri og Magnús Bergs foringjar. Og það var alltaf eitthvað samstarf svona milli þessara 2 hópa, þó það væri mikil aðgreiningur milli kynja. Ég man til dæmis eftir því að við stóðum fyrir að halda skemmtun sem var fyrir almenning og við haldum í Alþjóðhúsinu og það var selt inn og það hefur trúlega verið einhvers konar söfnun fyrir einhverju sem ég man ekki fyrir hverju var að safna. En þetta tókst bara mjög vel og til skemmtunar voru bara stuttir svona leikþættir og líka svona samkvæmist, leikir og svo auðvitað söngur og fleira kannski. En pabbi Guðmundar á Akri var rafvirki og hann aðstoðaði strákana við að útbúa varðeld á sviðinu sem var með lýsingu í. Og þannig að þetta virkaði eins og að vera logandi eldur og þetta
Svo sátum við í kringum varðettinn og sungum og þetta þótti okkur voðalega flott. Svona algjört tækni undir, maður það vel. Þetta er sennilega ekkert sérstakt í dag. Og svo tókum við líka þátt í 13. sennilega einum af fyrstu 13. skemmtunum hér í Eyjum. Ég man eftir því að við vorum með svona einhvers konar drumb, svona kannski 3 metra, 4 metra drumb á milli okkar ég og einn strákur og á drumbið var fast klukka og svo bara hringdum við alltaf klukkun og vorum í einhverjum búningum þóttist verið grínilega leppalúði og svo leppuðu svona strákarnir með og eða skátarnir svona í þessum hópum með og svona eitthvað fólki sem að fylgdi líka. Þetta hefur sennilega bara verið eina fyrstu göngunum, svona 13. göngunum hérna í Vestmannaeyjum og það var ýmislegt sem við tókum okkur fyrir svona. En ég man ekki mikið eftir mótinu úti. Myndi sem var á það að sennilega öllum hópnum, stelpnahópnum sem fóru hérna frá Íslandi og nema það að við vorum náttúrulega í tjöldum og það voru svakalega stórar tjaldborgir og við fórum á milli tjaldbúna og reyndum okkur besta mætti að tala við krakkana frá hinu löndunum, til dæmis frá Afríku. Við vorum ekki mjög sleip í ensku, ég get alveg sagt ykkur það, en við reyndum okkar besta. En ég efast að nokkur okkar, eða bara nokkur okkar, ég veit allar ekki við frá Vestmannaeyjum, hefðu séð svertingi áður, nema með bíó þetta. En eftir mótið fórum við til Skotlands, við 4 allavega, frá Vestmannaeyjum, til Edinborgar nánar tiltekið og þar dvöldum, og þessi Stutton Park, þessi mótur var haldið, mjög stór og mikill og merkilegur garður þarna í Englandi og þetta sjálfsagt ferðar fyrir skoðunarferð þar og þegar við komum til Edinborgar þá bjó ég hjá stelpu maðurinn fór pabbi hennar og hún næst pabba sínum svo kemur ég hann við hliðina á konunni og þetta var móðir hennar og ég bjó semst hjá þeim inni í borginni og hún var í skátunum eins og ég yndislegt fólk og mjög góð við okkur. Þarna erum við 2 saman á einhverju skemmtugöngu í Edinborg og þetta er náttúrulega rosalega brandari hjá okkur þegar stendur á skiltinu please keep off the grass auðvitað vorum á grassinu og það var alltaf að gera fyrir eitthvað til gammalt og en hinar stelpurnar þær voru fyrir utan borgina í svona kannski ekki alveg herrasetri en mjög stóru og flottu húsi og þetta strákur sem eru að drekka þegar að drekka úr katli hann sonur hjónanna sem voru þarna hinar 3 voru þar allar. Það reynda stóð til að ég átti að vera það líka því við vorum náttúrulega 3 yngri hérna sem sagt svo elsta hefur sennilega átti að vera ein þannig inn í borginni en þá var hún bara að gráta þannig að þá náttúrulega skáttinn ég skal þá bara fara sem ég þetta gerði og ég hef ekkert séð til því þetta var einhvert fólk og svo líka ekki næsta mynd allavega Já, þetta er bara einhverju skemmtugöngu í borginni og eins og þið sjáu þá er ég í pilsi. Ég átti svona búningu eins og það með frammi en mömmu hefur sennilega fundist hann eitthvað kannski heitur. Þetta var kamgarni, síðum ermum og við fengum, nú segir maður svona pils og skyrtu. Og já, ég hef alla tíð, við vorum sérst eiginlega alltaf með alla saman, við vorum eiginlega alltaf saman í stóra húsinu og ég hef alla tíð verið mjög þakklátt og fyrir þetta starf og skáttastarfið verið ánægð með það að tekja þátt í þessu. Þau hefur bæði verið fræðandi og þroskandi og ég óska ykkur, unga fólkinu,
sem nú að byrja í skátanum til hamingju með það að halda áfram og ég vona að þið öll eftir að hafa jafn gott og gaman af skátastarfi eins og ég. Takk fyrir. Í laufi bálið brennur. Það eru fleiri sem svöruðu núna. Söngst allt og vel á. Bæring hvíslar sofðu ró. Hljóður í hafi röðu brennur. Roðnar og bíður góða nótt. Vaka þá ennþá vinir saman. Varðveldi hjá í fögrum dag. Lífið söngur, glaumur, gaman. Gleðin hún býr í fjallasal. Vertu til voru kallar á. Vertu til að leggja hönd á plóg. Komdu út því að sólskinið vill sjá þig. Sveifla hag og rækta nýja skó. Sveifla hag og rækta nýja skó. Jósef átt á ég að bíða og bráðum hvarma mín að fylla tár. Því fyrr en varir askur árin líða og ellur kemur með sín gráum hár. Ég spyr því Jósef, hvar karlmanns lundinn og kjarkur sá prýðir hraustan mann. Hvenær má ég glerkinn panta, kjarkinn má ég vant og Jósef, nefndu daginn þá. Hvenær má ég glerkinn panta, kjarkinn má ég vant og Jósef, nefndu daginn þá. Hann nefndi mánudag, hann nefndi þriðjudag, hann nefndi miðvikudag, hann nefndi fimmtudag, hann nefndi föstudag, hann nefndi laugardag, hann nefndi sunnudag. Máni fullur fer geiminn fagrar langar nætur. Hann kannski að hæða heiminn hrjáðar sér við fætur. Fullur oftan það ekki fallegt óni, það ljúft að flækjast þar og flækjast þar á fylliríum nætur. Heima sætan grætur, sjáðu brettan lætur. Því Frosti svo sætur. Það bætti sig núna nýlega. Það eiginlega ekki hægt að hitta skáta á þess að detta þetta lag í hug. Og ótrúlegt samt að kunna allir þennan texta og enginn viti hvað hann þýðir. Gingangu, liguli, guli, guli, vatsas, gingangu, 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 liguli, guli, guli, vatsas, gingangu, gingangu. Heila, ó heila seila, ó heila seila, heila, heila, ó heila seila, ó heila, 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 sjalli, sjalli, sjalli. Já, kom í keppni. Skorum á því sem upp á byggjum. Já, það ekki. Tökum við það. Þá sem eru hérna sunnan megin. Þið séð umba núna áfram. Heyri, maður heyri ykkur. Umba, 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 umba. Þið að syngja lagi. Þetta er tilbúið Frosti. Þú voru að kenna Íris þetta. Ég segi hún ekki alveg með þetta hreinu. Það er gingangu-list. Já. Gingangu, liguli, guli, guli, vatsas, gingangu, 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 liguli, guli, guli, vatsas, gingangu, gingangu. Heila, ó heila seila, ó heila seila, heila, heila, ó heila seila, ó heila seila, heila. Sjalli, 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 umba, umba.
Býttu við, eru þið tilbúin? Gingang, gulli, 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 vassa. Gingang, gumba, gingang, gumba, gingang, gulli, 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 vassa. Gingang, gumba, gingang, gumba, gumba. Heila, og heila seila, og heila seila, heila, heila, og heila seila, og heila seila, heila. Sjallu vali, sjallu vali, sjallu vali. Sunnan gengið þarna inn í þetta sko. Þau eru náttúrulega með fleiri ungar skátar sko. Frostið samt stóð upp úr, verð ég að segja. En ég ætla að segja þetta bara gott í vilji, við sýnjum kannski meira hérna eftir.